ég var einmitt að spá með þarna staurana sem sko, það var búið að tala það þyrfti að taka þarna 5 staura þarna á Drottningarbrautinni. Þarna inn við flugvöll, þeir voru hundleiðilegir einhverjir. Ég ákvað að taka bara 7 sko, af því að þeir voru náttúrulega bara orðnir ógeðslegir og hundleiðilega lýsing á þessu og svo þarna, 70 skilti. Já, nei, ég tók það ekki sko. Nei, það voru bara helvíti snjómoksturkallarnir sko, þeir voru búin að rústa því fyrir löngu síðan sko. Ég ákvað bara að taka þessa 7 staura þarna niður með mér og þá var þetta klárt sko. Ég er bara komin í böðin hérna sko. Já, ég heyri, ok, bye. Kjartan! Hvað þetta? Kjartan, ég var að spá með hvað heldur ég sé búinn að taka marga máva? Ég var að taka þetta saman. Ég var að spá. Hvað sér að finna minn? Ég er búinn að taka það saman, hvað ég er búinn með mörg skot sko. Já. Í máur, ég er búinn að ná ekkert eðlilega mörgum núna undanfari sko. Vel gert. Ég er örugglega komin í 2000 eða eitthvað sko. 2000? Það er eitthvað svoleiðis sko. Já, vel gert. Er þetta mikilvægt samt? Svolítið mikilvægt fundur hérna í gangi sko. Hver er það? Við erum að tala út af tölvukerfunum okkar, við þurfum að ná öllu í virtu. Tölvu út af hvað? Er þetta eitthvað tengt máunum eða? Ég bara, var bara að spá að því að sko, eins og þegar þú kemur í vinnuna, að vera kannski ekkert endilega, keyra mjög hratt hérna fyrir neðan þegar ég er að reyna að ná þeim hérna sko. Já, ekkert mál, ég skal hérna... Og flæt í þér sko. Já, ég veit það, ég skal hérna... Og svo náttúrulega æðakollurnar eru með ungana og það er alveg óþolandi þegar fólk keyrir eins og fávittar. Ég er að reyna sko að halda utan með þetta. Já, við skulum hérna... Til dæmis einn morguninn, þá var ég hérna niður frá og ég var með byssuna og þá kom hún til mín sko, æðakollan, það voru máa náttúrulega, en hún kom til mín af því hún fann fyrir örygginu sko, þegar ég var þarna. En þá náttúrulega komst þú keyrandi allt og hratt sko, og þá fór hún. Það er svolítið mikið... Veitir þú mér þetta? Já. Þetta er reyndar hálfgeir sniðugt. Þú hefur nú eitthvað keypt í að fara að spotta þarna. Já, en ég var að spá með, sko, eldri borgarana. Já. Það er alveg komið tíma og þau komi hérna onni til okkar, sko. Sko, Finnur, þau komu í þar síðustu viku. Já, eða já. Það er samt alveg langt fyrir þau, sko. Já, mér finnst alveg geggjað að bjóða þeim. Alveg bara, og ég veit, þau eru afskaplega þakklátt. Já, sko, það eru þau, Kjartan, sem að byggðu þetta allt upp fyrir okkur. Við fáum símhringar frá þá, öryrkjónum og við fáum símhringar frá, kennurunum og, ég var að fara að bjóða skógræktarfélaginu. Skógræktarfélaginu? Í Böðin? Ef við ætlum að vera að bjóða þessum félögum, sko, alltaf, við ræddum til byrjun. Ég hef búinn að borga þeim svona 700 sinnum onni í þessu Böð, sko. Já. Ég þarf ekkert að fá þau eitthvað hérna onni til mín, sko. Nei, sko, mér finnst allt í lagi, við getum alveg boðið eldri borgarana. Þið ekki bara eiga tréð sem er út í laug, eða? Við bara, veistu að ég fara að leita einhverju rútu? Halló. Blessaður. Já, ég er aðeins hérna í Böðunum bara og ég veit bara ekki af hverju þið eru eitthvað að spá í þessum haug hérna hjá mér, sko. Þetta er náttúrulega ekki neitt, sko. Já, alveg því að, sko, þeir eru búin að heyra í mig með það, sko. Þeir vilja nefnilega stækka tangan, sko. Þeir vilja að hann fari meira til suðurs, sko. Af því að, sko, ég get alveg trúa því upp á framtíðin að gera þá náttúrulega er þetta að fara að nýtast mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega getur bara gott fyrir flugvöllin, sko. Bara austur-vesturbraut eða eitthvað, sko. Já, ok, ég heyri þér aftur, já, ok, já, bye. Blessaður, hvað segirðu? Nei, ég er bara yfir í Böðum, sko.